Í meira en 30 ár hefur húsvíkingurinn Jón Sveinn Þórólfsson safnað kókflöskum og öðrum munum tengjast þessum eðaldrykk. Eitt herbergi á heimilinu undirlagt undir söfnunina sem undarlega fjölbreytt. Jón Sveinn segir að þetta hafi allt byrjað með því að hann hafi fallið fyrir sölutriksi Coca-Cola á 9. áratugnum þegar viðskiptavinir voru hvattir til þess að safna strikamerkjum af kókflöskum og fengu ýmsa merkta hluti í staðinn. Söfnunarárátta Jóns Sveins reyndar miklu eldri eins og sést á ýmsum öðrum smásöfnum sem finnast á heimilinu, en ekkert þeirra þó eins stórt og kóksafnið. Þetta eru sirka 4 raðir. Það eru 18 flöskur í lengjunni, það eru 4 raðir í hverri hillu. Svo getur bara að reikna. Já, en sumar eru fullar og sumar eru tómar. Já, það kom ekki til að góðu. Þeir fóru að gera svona veður út af jarðskjálftanum sem hérna í vetur, fyrir áramótin. Þá bara þorði ég ekki að hella úr. Það voru allar fullar, safnaði þeim fullum, og þær eru það hérna. Safnaði þeim öllum fullum. Þannig að þú heldur þessu bara niður eða drakst þetta? Já, ég held því bara í vaskinn. Ég held því bara í vaskinn. Ég komst í sund frá að koma yfir á tíma. Fyrir utan kókflöskur af ýmsum toga að finna í safninu alls konar merkta hluti á borð við kveikjara, spil, jólakort, glös, munnþurrkur, upptakara og eins í safninu ógrinn af gömlum íslenskum tímaritaauglýsingum. Svo leynast þar líka vísur. Coca-Cola Egilsöl, íslensk mjólk og sýra, þjóðarbætir Þorstaböl, það má betur skýra. Jón Sveinn hefur í gegnum tíðina klippt ýmsar fréttir úr blöðunum tengjast kóki á einn eða annan hátt og það skrautleg lesning. Eins á hann í safninu gamlar sölunótur og afgreiðsluseðla frá þeim tíma þegar kókflaskan kostaði 60 aura. Ljósmyndir af sjónvarpsauglýsingum leynast líka í safninu, enda lætur Jón Sveinn ekkert sem tengist kóki framhjá sér fara. Já, þú hefur bara verið með myndavélina bara fyrir framan hún var alltaf klár á tímabili, það kom svo mikið auglýsingum í sjónvarpinu. Ég var alltaf með hana á lofti, en eftir hrunið hefur það ekki verið í gangi. Ekkert verið að auglýsa? Ekki í sjónvarpi, það var alveg lítið auglýst bara. Það vekur athygli að þrátt fyrir fjölbreytt safn af alls konar hlutum tengjast kóki, þá hann sjálfur ekkert sérlega hrifinn af drykknum og kókið ekki endilega hans fyrsta val þegar hann velur sér svalardrykk út í sjoppu. Hann man þó vel eftir fyrsta sopanum. Nei, ég drekk nefnilega ekki mikið kók. Þetta mér í hug það sem ég sagði einhvern hérna að það væri kannski með mig eins og bindindismanni sem safnaði brennivínsflöskum að ég drekk ekki mikið kók. En manst þú sjálfur eftir því þegar þú smakkaði kók í fyrsta skipti? Já, ég veit allt það. Það var 1943, þá ég fermdur og fer austur í Möðrudal með frænku minni, kem með rútunni norður fyrir, náttúrulega, kem í Fossvól, þá Sigurður Lúther þar með kók. Þá hann að byrja með veitingahúsöluna hann, nýlega byrjaður með kókið. Þá kaup ég eina kókflösku þarna, sem verður til þess að ég var með sölu á samkomum og böllum þarna og seldi þarna kók í bara þangað til ég fór að búa og hætti svona stúsi í sambandi við ungmennafélagið. Þetta var alltaf ungmennafélagsins. En hvernig fannst þér bragðið af þessum drykk þegar þú prófaði? Það var ekkert sérstakt. Ekkert sérstakt? Nei, það var ekkert sérstakt. En svona maður lét sig hafa það. En nú þetta einn vinsælasti drykkur heims. Já, það sést nú á þessum auglýsingum hérna. Það má nú lesa hvernig það var. Það allt saman þetta hressir best og gengur betur með kók og svona. Það var bara þannig. Og þessu trúði fólk. Í dag mikill sykuráróður í gangi og fólk hvatt til þess að minnka neyslu sína á sykruðum gos- og svaladrykkjum. Jón Sveinn hefur þó ekki miklar áhyggjur af því. Ég held að þessi sykuráróður, hann neikvæður stundarsakir og svo dettur hann út tíma, menn hætti ekki að drekka kók. Það enginn hætti því. Ég hef ekki trúið því.